ég fekk þetta komment hérna þegar ég sagði frá fjármál- og frelsihópnum. Hérna segir athugið, hún gleymir greinilega að nefna það líka að það sem hún er að bjóða kostar pening. Sko, það er ekki þannig að ég sé að reyna að svíkja einhverja peninga út úr fólki með að hafa eitthvað algjört leyndó og þetta kosti pening. Hér sjáu þið, þetta kostar $14 á mánuði sem er svipað og eitt oststykki. Það var svona það sem ég var að miða við. Og ástæðan fyrir því að ég vil að þetta kosti er svo að mig langar ekki að fá alla þarna inn. Mig langar ekki að þetta verði eins og fjármálatips og verði allt og stór hópur. Heldur langar með þetta verði kannski bara 50 manns. Skilur, mig langar ekki, ég er ekki að fara að lifa á þessum hóp, sko. Ég lifi ekki á 50 sinnum $14. Og þá þarf að vera einhver filter. Þannig að það kom ekki bara allir af því að ég hef stofnað alls konar hópa áður. Og ég veit að ef allir eru velkomnir að þá mæta allir en það tekur engin þátt, skiljiði. Og það er líka bara þannig þegar það eru komnir of margir að þá hættir fólk að treysta og þá bara fara koma inn einhver blaðamenn sem eru bara að vinna einhverja fréttir og eitthvað og það er alls ekki það sem ég er að leita að. Heldur á þetta frekar að vera hópur þar sem að þú getur treyst og fólk er oft mjög svona lokað varðandi fjármálin sín og þú veist mikil skömm oft sem að fylgir fjármálunum hjá fólki. Þannig að þetta verður að vera safe space til þess að deila ef að þið langar að vera með í hópnum og þú þarft á þessu að halda og ætlar að taka þátt í umræðum og nýta þér þetta en átt ekki $14 á mánuði, ert bara í þannig stöðu að þú getur ekki sett svona mikið pening í þetta, sendu mig skilaboð og ég skal alltaf bæta þér þarna inn frítt af því að ég er ekki að reyna að græða peninga á ykkur